Þetta. Ef svo ekki, þá bara óska ykkur innilega til hamingju aftur og förum þá í annan dagskrárliðinn sem málefnasamningur D- og B-lista, kjörtímabilið 2018 til 2022. Hann hér lagði fram og orðið laust. Ég ætla nú ekki að lesa hann orðið til orðs en ef einhver vill tjá sig þá það. Gjörðu svo vel. Páll Valur, gjörðu svo vel. Forseti og kæru bæjarfulltrúar aðrir. Ég tek undir mig Guðmundi og óska ykkur öllum til hamingju með kjörið í bæjarstjórn Grindavíkur 2018. Þetta mikið og ábyrgðar mikið starf sem við erum að takast á hendur hér og það nú svona með tillökun sem að takast á í þetta verkefni þegar að vera komin aftur hingað síðan. Ég satt hér síðast 2012 í bæjarstjórn og og hlakka til að takast á við þetta verkefni og það sem hér til umræðu málefnasamningurinn þá sé ég mig knúinn að koma þessu upp og tjá mig hann. Ég reyndar mjög ánægður með það sem stendur fyrst í honum að bæjarfulltrúar D- og B-lista ætla að starfa saman þvert á alla flokka. Og það virkilega ánægjulegt að sjá það fyrst í málefnasamningnum að það muni vera svo. Ég tel að það sé náttúrulega okkur öllum til heilla og bænum ekki sérstaklega að við vinnum öll saman sem eitt í bæjarstjórn. Og já, það sé langfarsælast fyrir okkur. En hvað var þennan málefnasamning þá finnst mér að frekar rýr og ekki segja manni mikið. Virkilega svona náttúrulega bara svona hefðbundnar eitthvað sem hann finnst alveg sjálfsagt í bæjarstjórn. En það svona ýmsir hnökar ráðið finnst mér, eins og þetta með það sem verið að tala hvað var það, íþróttamannvirki, það lokið verið byggingu hópsins ásamt fullnaða frágangi á svæðinu í kring, það ekkert sagt hvað það þýðir. Er það bara það sem komið að ákveða núna áður ákveði kostnaðaráætlun eða er eitthvað meira í þessu? Og hvenær verður það gert og það líka kannski það sem maður finnst kannski ámælisvert, ekkert ámælisvert, kannski svona gagnrýnivert. Þetta svona vinsamleg gagnrýni, ég vil taka það fram að það kannski mátt vera svona meira dagsetningar og tímasetningar á því hvernig menn ætla að gera þetta, hvernig meirihlutin ætla að vinna þetta. Og það kannski eitthvað sem maður mun koma áfram en maður getur svona tekið undir margt en það alveg eitt sem slær mig sérstaklega og það þegar kemur að liðnum félagsmál. Ég hreinlega trúði ekki mínum eigin augum þegar ég las það var ein setning félagsmál í Grindavík. Og það ekki nefnt einu orði heilbrigðis eða velferðarmál í þessu málefnasamningi. Og ég verð að segja það hreint með ólíkindum. Að vegna þess að eitt helsta markmið og skyldur sveitarfélaga að sinna félagsmálum í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Það til dæmis ekki á vegum sveitarfélaga að byggja íþróttamannvirki. Ekki nema þá eingöngu bara til skólanota og til almenningsþarfa. Allt annað er samkvæmt íþróttalögum fjármagnað með frjálsu framlagi landsmanna og það verið óhætt að segja það að við Grindvíkingar höfum ekki leið á lið okkar við að byggja íþróttamannvirki hér á síðustu árum og er það bara vel. Við erum íþróttabær sem vill hugsa vel og unga fólkið og íþróttir og það bara mjög gott en við erum nú þegar með í byggingu íþróttahús sem klárast væntanlega núna á næstu árum eða á næsta ári og síðan þetta það sem gert á að gera við hópið sem ég held að allir hafi verið sammála í kosningabaráttunni að það ætti að gera, klára það sem svona væri lagið brýnast við. Það eitt af því sem ég líka velti athygli. Ég var í bæjarstjórn 2010-12 og þá var ákveðið á fjárhagsáætlun 10 frekar en 11 að setja 27 milljónir í hópinn til þess að klára Seltjarnarnesstöð. Það ekki gerst ennþá. Og nú 2018 og maður velti því fyrir sig hvað tefur, hvernig óskopunum ekki farið í þessa framkvæmdir sem búið að fjármagna. Það alveg ótrúlega skrítið að skuli ekki vera beðið á því. En það kannski gerist núna og vonandi og það verður rosalega gott að vita hvenær á að gera það og hvernig menn hafa séð fyrir sér að tímasetja þessi mál. Og það eins með málefni aldraðra að byggja félagsaðstöðu og tryggja þannig aðstöðu fyrir fjölbreyttar tómstundir. Hvenær á að gera það? Hvað svo stórt það? Er búið að finna út þörfina fyrir það eða til þess að byggja íbúðir fyrir í Víðihlíð. Er einhver búinn að ákveða hvernig hafa menn séð það fyrir sér að það gert?
Við lögðum áherslu á það í okkar kosningabaráttu að það yrði farið bara í allsherjar úttekt á þessu málum í Grindavík. Það sem er bara metin þörfin á því hvernig er staðan hjá eldri borgurum í Grindavík og hvernig er svo ekki síst félagsleg staða. Því að við erum að heyra það hér út í bæ að hér er bara fólk á hrakhólum og er búið að vera mánuðum saman og jafnvel á annað ár einstaklingur á hrakhólum út af húsnæðisskorti. Og þetta er einstaklingur með barn á unglingsaldri. Þið getur eftir ímynduðu hvað áhrif það hefur á ungmenni að þurfa að vera í þessari stöðu. Og ef ég man rétt þá stendur það í lögum félagslegt húsnæði að þá er það bara sveitarstjórn að sjá það, hvort það er 5. grein frekar en 7. að sjá fyrir fólki fyrir húsnæði í bænum. Og það er hreinlega með ólíkindum að þetta skulle ekki vera búið að gerast. Skulle ekki vera búið að taka á þessu máli. En ég vænti þess samt að við gerum það í sameiningu hér, bæjarstjórn. Og ég er bara að láta tjá hugminn þegar ég sá þetta, vegna þess að ég tel að það þurfi að koma fram í málefnasamningi hvernig við ætlum að tækla þau félagslegu vandamál sem við erum að glíma við í samfélaginu í dag. Og ekki síst á meðal ungmenna. Nú er það bara staðreynd að 30–40% ungmenna eiga við kvíða og þunglinda stríða og það er ekkert öðruvísi í Grindavík heldur annars staðar. Og það er bara spurning hvernig ætlum við sem samfélag að tækla þennan vanda á næstu árum. Ég allavega mun leggja mál fram hvað þetta varðar á næstunni og að það verði farið í markvissa uppbyggingu á þessu að við þurfum að grípa þá einstaklinga sem eiga höllum fæti að standa í samfélaginu strax. Áður það verður að vandamáli sem verður miklu dýrara fyrir samfélagi þegar til lengri tími litið. Og ég hefði viljað sjá það inn í þessum málefnasamningi hvernig menn sæju það fyrir sér að taka á þessu vanda. Því þetta er sko vandi sem er ekki hægt að ýta frá sér. Og eins er það með kennaraskort og annað á komandi árum. Þetta eru stóri hluti sem við þurfum að takast á við, þetta er stór áskorun sem við þurfum að takast á við í sveitarfélögum, ekki bara hér heldur alls staðar annars staðar. Að það er að tækla þessi vandamál sem ég tel að vera aðal vandamáli. Það er ekki vandamál húsnæðisskortur á íþróttum. Hvað var það íþróttir í Grindavík? Það er ekki vandamál hér. Við höfum ekki á neinu ágjörð því. En þetta er aftur á móti vandamál og hlutur sem við þurfum að tækla og gera það helst í sameiningu. Finna sameiginlegan flöt í því hvernig við tökum á þessum hlutum. Þetta er mikilvægasti partur í öllum samfélagum, það er það hvernig við hlúum að þeim sem stöndu höllustu fæti. Og ekki síst börn. Hvernig búum við að börnum? Almennt búa börn við gott atlæti, það er bara þannig. En það er samt töluvert stór hlutur af þeim sem á í vandræðum og er illa statt fyrir þeim. Og þá eigum við sem bæjarfélag að stíga inn og grípa inn strax og hjálpa þeim til þess að fá jöfn tækifæri í samfélaginu. En eins og stendur í byrjun þá ætla þeir að starfa meirihlutinn þvert á alla flokka og það gleður mig mjög. Að þetta skuli standa fyrst þó ég sé að setja smá svona athugasemdir út á málefnasamning. Kannski svona hvernig ég hefði gert það. En við erum ekki öll eins og við erum með ólíkar áherslur og ég vænti þess að við eigum 4 góð ár í vændum fyrir Grindavík. Það sem við gerum þennan góða bæ enn betri. Ég held að sé allir sammála um það. Þakka fyrir Páll. Fleiri sem vilja tjá sig. Hjálmar, gjör svo vel. Já, takk fyrir, forseti. Nú, ég vil fá að byrja á því að óska nýkjörnum fulltrúum til hamingju og óska þeim góðs gengis á næstu 4 árum. Ég ætla nú ekki að fara að rýna í málefnasamningin. Í málefnasamningnum er ekki allt. Það eru mörg málefni sem koma upp og er í gangi og er stanslaust verið að vinna að. En að því að Páll minntist á að það væri ekki lögboðið að byggja upp íþróttamannverki fyrir utan skólahúsnæði. En það eru miklu fleiri hlutir. Það er ekki lögboðið verkefni sveitarfélags að byggja leikskóla eða daggjærslu. En það hefur við gert. Þannig að við vinnum á öllum góðum málefni. Það stendur ekki alls saman í málefnasamningnum. Og svona bara til að taka hluta sem ég hef svolítið svona, langur, eða farið yfir öll málin, var þetta hópið með tíma og kostnað. Það var gerð kostnaðaráætlun og hönnun, það var klárað. Ef ég fer rétt með þá voru það 247 milljónir. Það er aðkomuhús fyrir knattspyrnuvöllinn. Og laga aðstöðuna fram að það er að malbygga og ganga frá svæðinu sem er náttúrulega búið að vera
eins og svo sem þú myndist á, Páll, að Salistæðs og fleira, það kemur allt inn í þessu og inn í þessar áætlun. Tímasetningar, við ætlum að reyna að gera þetta á kjörtíðanbilinu og það mjög erfitt að vera krepp í skóin að vera að setja einhverja dagsetningar. Við eigum ekki vera að setja eitthvað fram sem við getum ekki staðið við, en við munum vinna hörðum höndum að þessu. Og það annað, við vitum það er þensla í samfélaginu. Við erum líka að spenna bogan og reyna að fá og það vantar íbúðir. Það snýr ekkit af öldruðum frekar en yngri eða í miðjunni. Það vantar bara húsnæði. Og það verið að reyna að mæta öllum þessum hópum. Og við tókum nú á síðasta kjörtíðanbili bara okkur til og byggðum 6 íbúðir. Við létum ekkit þarfagreina það út í þaula. Það voru 11 umsóknir 6 íbúðir, þær fóru bara strax. Það þarf ekki alltaf að fara með einhverja ægilega vinnu með allt hver en það þarf að hafa framtíðarsýn, ég tek undir það. En þetta hefur gengið ágætlega og við höfum fengið ýmis verkefni sem voru ekki í málefnasamningi síðasta meirihluta. Við bara bregðumst við, það er ekkit flóknar það og ég bara treysti því að þessi hópur sé opinn fyrir því sem þarf að gera á kjörtímabilinu og þó að málefnasamningur finnist stuttur í spunna og ekki allt inni, þá erum við að vera að vinna vel og við tökum þau mál sem upp þurfa að koma. Takk fyrir Hjálmar. Fleiri sem að atriðið gjör svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég tek undir með þeim sem hafa talað hérna og óska nýkjörnum bæjarfulltrúum til hamingju og fullviss það að við séum að öll að fara að vinna því sama, að gera góðan bæ betri. Þegar ég held að það sé alveg ljóst. Ég get tekið undir með Pál Val að mér fannst svona málefnasamningunum kannski svolítið rýr og auðvitað ekki hægt að setja allt inn í hann. Og en mér langar samt til að koma með smá fyrirspurn. Það í sambandi við þið setja hérna fram að veita áfram góða þjónustu við eldri borgar og gera þeim þannig kleift að búa sér lengst í sínu eigin húsnæði. Ég væri til að fá aðeins betri útskýringar á því hvað að veita góða þjónustu. Er það maturinn Víðihlíð eða afsláttur slættinum á sumrin? Ætlið að taka eitthvað á leigum málunum í Víðihlíð. Það var talað um það að það voru byggðar 6 íbúðir og 11 umsóknir. Það var vel gert, en leiguverðið náttúrulega algjörlega út úr kú. Leiguverð á stærri íbúðin 232.000 krónur. Ef ekki íbúðarrétturinn nýttur og hann 6,7 milljónir tæpar eða í kringum 6,7 milljónir. Þetta eru stærri íbúðinu, hjónaíbúðinu og ég held að ég fari með rétt mál og leiðrétti með ef það ekki að þær séu 57 fermetrar. Sama má segja minni íbúðirnar. Þetta eru óbúslega háar tölur í leigu og það verður seinna á dagskrá varðandi sérstakar húsnæðisbætur eða annað slíkt. Þetta ekki háar upphæðir sem fólk getur óskað eftir og tekjumörkin eru frekar rýr. Þannig við höfum áhyggjur af þessu og værum til að fá kannski einhver frekari svör varðandi þetta því við teljum að þetta sé mjög aðkallandi. Og það líka varðandi hvort við hugsaðu ykkur að hækka eitthvað afsláttinn eða fasteignagjalda viðmiðin. Þau voru tæpa 5 milljónir síðast ári. Ég meina hafið þið hugsað ykkur eitthvað að bæta úr þessu svona ef við tökum bara svona stæðstu kannski hlutin akkurat núna í þessu. En ég fagna því að það að starfa hér þvert á flokka og ég held að við eigum bara eftir að eiga gott samstarf. Þakka fyrir Hallfríður, svo ég seti sjálf mig á málendaskrá. Þá það rétt hjá Páli hér uppafi að 2012 var fyrst sett peningur í að gera ákveðna breytingu við hópið. Það var 50 milljónir þá 2012
Þannig að það hefur vaxið svolítið kostnaðaráætlunin. Síðan spurt hvenar á að fara í þessar framkvæmdir, hvort sem við hópið eða við félagsrættu eldri borgara. Því við neglum það ekki niður eins og Hjálmar sagði, heldur verður það unnið í fjárhagsvinnu þar sem allir flokkar koma saman. Til þess að sjá fram á hvernig við náum að framkvæma hlutina á þess að gangum of á bæjarsjóð. Þannig að þess vegna meðal annars vildum við ekki negla ákveðna dagsningu. Varðandi spurningu hvernig ætlum við að halda áfram að veita góða þjónustu við eldri borgara, gera þeim kleift að búa sér lengst heima. Það er náttúrulega heimaþjónusta eldri borgara sem að unnin í Miðgarði, sem að sinnir því máli og það hefur verið á síðustu kjörtímabili var lagður mikill peningur í að bæta þá þjónustu og sú þjónusta hefur tekið stakkaskiptum undir öruggri stjórn þeirra sem þar eiga og það hefur virkilega batnað. Varðandi leiguna í Víðihlíð þá er ég sannfærður það að bæjarráð muni taka þetta upp. Við erum flest á því að mörg á því allavega að verði þar er orðið ansi hátt og þar mun bæjarráð taka til og ræða málið. Talaði að samningurinn sé rýr, við ákveðum að hafa hann ekki langan. Við ákveðum að hafa svona helsta skilmerkilegt hvenar var ákveðið að hafa ekki inn í til þess að ræða málið með bæjarfulltrúa. En þetta er náttúrulega stefnan, þetta ætlum að stefna meirihlutinn og með að fá áhrif minnihlutans í ákvörðunartökunni. Fasteignagjöld eldri borgara hafa hækkað svona með verðbótum ár frá ári. Hvort það eigi að hækka viðmiðunina en þá meira verður þá bara rætt í fjárhagsvinnunni. En það verður ekki breytt væntanlega á þessu ári. Þetta er allt unnið í fjárhagsvinnu þar sem allir vinna saman. Svona ég svara því flestu fyrir mína parta. Fleiri sem vilja tjá sig, gjör svo vel. Forseti og aðri bæjarfulltrúar. Ég tek undir með Páli og Dittu með að mér fannst samningurinn svolítið rýr en góð skýring hjá hann Guðmundi að þetta sé það sem stefnt er að og það er að vinna með okkur hinum. Ég vildi lýsa ánægju minni yfir því að það er að auka gagnsæi stjórnsýslunnar og hafa opið bókhald. Við hjá Rödd unga fólksins fögnum því mjög og stendur einnig að taka upp verkefni og skipulag fagnefndar ásamt endurskoðun og stjórnsýslu bæjarins. Við fögnum því líka, ég væri til að fá svör hvernig það á að vera gert. Er þetta hugsaði að fá óháða aðila til að koma og rýna í stjórnsýsluna og hvernig hún uppbyggð, hvernig ferlar og þess konar eru, að því að líka ráða atvinnu og ferðamálafulltrúa, hvað verður í hans starfslýsingu og hvenær á að auglýsa hans starf, að því að stendur að hann eigi líka að vera svolítið með umsjón yfir kvikunni. Þannig að mun það bíða þangað til að þessi starfsmaður verður ráðinn. Og svo langar mig að fá smá útskýringu varðandi að stendur bæta við leikskólahúsnæði þannig að unnt sé að tryggja börnum leikskólavist frá 12 mánaða aldri. Við fögnum því að tryggja börnum leikskólavist frá 12 mánaða aldri en brýn nauðsyn þar. En bæta við leikskólahúsnæði segir okkur rosalega lítið. Nú vitum við að það er búið að kaupa húsnæði hérna á Gerðavöllunum. Hvað er hugskera byggja við krók eða byggja nýjan leikskóla? Væri til að fá smá útskýringu á hvað er meint með að bæta við. En annað var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir Helgadís. Fleiri sem vilja tjá sig. Ég get svo sem svara því til þess að spara ykkur sporin en það er rétt með stjórnsýsluna, við þurfum að endurskoðuna, ekki kannski taka hann upp frá grunni. Þegar við ráðum þar atvinnu- og ferðamálafulltrúa þá þarf náttúrulega að finna þann sess í skipuriti og meðal annars þess vegna og út af öðrum málum sem við höfum reikið okkur á að við ekki alveg hvað það er heim í stjórnsýslunni, þurfum við að endurskoða stjórnsýsluna. Og ég man að síðast þetta var gert, þá var fengin utakomandi aðili til að aðstoða okkur
og ég veit að bæjarráð fer í þá vinnu og ákveður þá hvernig á að fá með sér telji menn þess þörf. Varðandi hvenær á að ráða ferðamálafulltrúa þá það ekki á þessu ári því að fjármagnið ekki til staðar. Hugsunin er að reyna að gera það frá 1. janúar á nýju fjársári ef að við komum því innan fjárheimilda bæjarins. Nú, leikskólamálum þá ekki neglt niður hvernig við ætlum eða hvar við ætlum að byggja fyrir leikskólabörn frá 12 mánaða aldri. Það vísvitandi því að við ætlum að fara yfir heildars endurskoðun á hvernig þetta lítur út næstu ekki bara 2 árin, heldur kannski 4 til 8 árin. Hvað þurfum við mörg pláss til þess að byggja? Og út frá því ákveðum við hvort við byggjum við Krók, hvort það sé nóg eða fara í nýja leikskóla. Þannig að reyna að vinna það svona eins faglega og hægt þannig að við sjáum lengra fram í tíman heldur en bara 2 ár. Vonaði svaraði einhver. Fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo ekki, þá þetta lagt fram og þá höldum við áfram í 3. dagskrárlið sem framlenging á samningi við bæjarstjóra. Viðaukasamningur. Tímabundna framlengingu hans starfi lagður fram. Orðið laust. Páll, gjörðu svo vel. Ég hljóp yfir einn dagskrárliðinn. 3. dagskrárliðurinn ráðningamál. Ég fór í 4. dagskrárliðinn. Það tillaga að fela sviðsstjóra fjármála stjórnsýslusviðs að afla tilboða frá ráðningarskrifstofum í aðstoð í ráðningabæjarstjóra og leggja fyrir bæjarráð. Síðan mun væntanlega bæjarráð vinna málið áfram. Orðið laust. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá þessi tillaga lagð fram. Þeir sem eru sammála því gjörðu svo að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 4. dagskrárliðurinn sem ég fór fram á mér áðan. Það viðaukasamningur við bæjarstjóra. Páll, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir nefndarmenn, bæjarstjórnarmenn. Já, þetta dagskrárliður sem ég undra mig svolítið mikið á og við ég sem fulltrúi Samfylkingar S-lista ætla að leggja fram bókun hvað þetta varðar. Hún hljóðar svona: fulltrúi S-lista undrast að á sama tíma og rætt ábyrga fjármálastjórn þá sé samþykktur viðauki við samning bæjarstjóra sem kveður á biðlaun sem ekki voru til staðar í fyrri samning og telur hann eingöngu að hafa óþarfa auka kostnað fyrir bæjarsjóði för með sér. Fulltrúi S-lista minnir einnig á að þegar fyrrum meirihluti réttlætti kostnað við bæjarstjórnarskipti síðasta kjörtímabils þá eitt meginatriði rökstuðningsins það að ekki yrði ákvæðum biðlaun í nýjum samningi sem þýddi minni kostnaður en ella. Auglýsa ber stöðuna eins og samþykkt hefur verið eins fljótt og auðið og gæti nýr bæjarstjóri tekið við embættinu strax á næsta bæjarstjórnarfundi í lok ágúst. Með öflugu starfi, bæjarfulltrúa og samvinnu við sviðsstjóra vel hægt að brúa það bil sem myndast þar til nýr bæjarstjóri tekur til starfa. Meira var það ekki. Takk fyrir Páll, orðið laust. Hjálmar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ágætis ábending hjá Páli. En þetta var samkomulag sem við gerðum af mjög mörgum málum athugum. Það eru ansi mörg mál sem eru opin hér hjá bænum sem að Fannar búin að vera að vinna að og í og töldu við hagsmunum okkar best borgið með því að ráða hann áfram og eins og starfslýsingin gefur til kynna.
Þannig að við erum svona að hugsa þetta kostar einhverja krónur en heildarhagsmunir hafðir að leiðarljósi við að vinna þetta svona. Það var niðurstaða meirihluta að þannig yrði þetta að mjög mörgum málum skoðuðum. Þannig bara það líki til. Þakka fyrir Hjálmar. Ef ég set sjálf mig á mælendaskrá þá verður líka þess að geta að staðgengill bæjarstjóra nú líka að detta í sumarfrí þannig að við getum ekki skilið bæinn eftir stjórnlausan bara upp á von ofan jafnvel fram í september. Þetta tekur tíma að fá nýjan bæjarstjóra og síðan mun núverandi bæjarstjóri verður samningurinn samþykktur koma nýjum bæjarstjóra inn í verkið á þeim biðlunum tíma sem að í samningnum er í samningnum. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá berum við þennan viðaukasamning upp. Þeir sem eru sammála þessum viðaukasamning, gjörðu svo að gefa merki. Það er 4 atkvæði, þeir sem vilja á móti, Páll á móti, 1 á móti og aðrir sitja hjá. Þá höldum við áfram í 5. dagskrárliðinn heimild til bæjarráðs til fullrar afgreiðslu mála í sumarleyfi bæjarstjórnar. Með vísan til 8. greinar samþykkta stjórn Grindavíkurbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar legg ég til að fundir bæjarstjóra verði felldir niður í júní og reglulegi fundir verði felldir niður í júní og júlí í sumarleyfi bæjarstjórnar. Orðið er laust. Þeir sem er sammála þessu gjörðu svona að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. dagskrárliður, það er kosning í bæjarráð, samanber 27. grein A-liðar, 47. greinar, samþykktar stjórn og fundarsköp Grindavíkurbæjar. Leggur til að eftirfarandi verði kjörnir í bæjarráð næsta árið. Þetta er kosið einu svona ári. Það er Hjálmar Hallgrímsson af D-lista, Sigurður Óri Þórleifsson af B-lista og Helga Dís Jakobsdóttir af Ö-lista. Og áheyrnarfulltrúar með málfrelsi og tillögurétt Páll Valur Björnsson af S-lista og Hallfríður G. Hólmgrímsdóttir af M-lista. Varamenn taka sæti í þeirri röð sem þeir eru kosnir þegar aðalmenn og áheyrnarfulltrúar forfallast. Orðið er laust. Einhver sem vill taka til máls? Ef svo er ekki, Hjálmar, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Já, það er svolítið breyting hjá okkur núna. Það eru á síðast kjörtíðanbili voru 4 flokkar, nú eru 6. Og við svo sem fögnum því bara fólk vilja hafa aðkomu að bæjarmálum okkar. Og við getum stundum lagt bara til hliðar minni og meirihluta. Það er oft gert. En ég bendi á í valdajafnvægi umræðunar að við þetta að þá er meirihluti eins og tölum við bæjarráði er með 2 en minnihluti með 3 í umræðinu. Ég veit hvernig atkvæðin skiptast, það er 1 sem er atkvæði bæjar á móti en 2 áheyrnarfulltrúar með málfrelsi og tillögurétt. Þetta svona vekur upp spurningar en við höfum svo sem rætt þetta. Ég vil svona bara benda á það að í svona valdajafnvægi umræðuna þá er þetta nú ekki alveg rétt en því að þegar að öll eru botni hvolft þá eru það 2 fulltrúar D-lista sem sitja fyrir utan bæjarstjórnina í þessum umræðum. Bara ábending, takk. Þakka fyrir Hjálmar. Fleiri sem vilja kveðja svo orð. Páll, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég tek undir mig Hjálmari Hallgrímssyni að stundum þurfum við ekkert að vera að ræða minnihluta og meirihluta og auðvitað væri það algjör óskastaða fyrir okkur hér í þessu bæjarfélagi að við getum unnið saman sem ein heild hérna. Og það er mín ósk svo sannarlega í því framhaldi sem framhaldin er en mér finnst þetta nú breyttir tímar í pólitík því
sem að mörgum finnst kannski miður að meðan öðrir fagna því, að þá eru svona mikil rót búin að vera í pólitík á síðustu árum og nýjir flokkar að líta dagsins ljós og það er náttúrulega sem gerist hér. Og við þurfum einhvern veginn að horfast í augu við þá staðreynd að svona er þetta og ég skil alveg áhyggjur Hjálmars að það séu kannski fleiri úr minnihlutanum á fundi en við höfum náttúrulega ekki atkvæðarétt þarna, sko. En við getum lagt til málana ýmislegt og ég held að mín reynsla bæjarráð er bara mjög góð. Það er bara, við allan mjög góð samstarf og það er náttúrulega bara mjög, það allir vitið og þeir vita það, þið hafið völdin, sko. Þið hafið alltaf loka orðið en það getur oft verið gott á svona fundum að hafa ólík sjónarmið og marga punta og ég held að ég hlakka til þessa starfs og fagna því að við skulum vera inn í áheyrnarfulltrúarinn í bæjarráði en þið skulum aldrei gleyma því að það er þið sem hafið völdin og hefur alltaf meirihluta í atkvæðum. Þakka fyrir Páll. Fleiri sem kjósa taka til máls. En svo verður ekki, þá legg ég til að fólk er látum vita hvernig er samþykkið þessari tillögu. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 7. dagskrárliðurinn. Það er kosning í nefndir samkvæmt B-lið 47. greinar samþykktar stjórn Grindavíkurbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Tillaga eftirfarandi nefndir til 4 ára. Ég ætla að lesa upp allar nefndir og varamenn sem að tillaga er gert í heild sinni. Yfirkjörstjórn Kjartan Adolfsson, Friðrik Björnsson, Sigurður Enoksson og varamenn Baldur Pálsson, Sólveig Margrét Önundardóttir og Sigurveig og Dagbjört Arnþórsdóttir. Frístunda- og menningarnefnd Jóna Rut Jónsdóttir formaður, Garðar Alfreðsson. Það best ég segi frá hvað lista þannig að fólk heima geti gert sig grein fyrir því. D-listi Jóna Rut Jónsdóttir formaður og frá D-lista Garðar Alfreðsson, frá B-lista Þórunn Erlingsdóttir, frá U-lista Bjarni Þórarinn Hallfreðsson og frá S-lista Sigurður Enoksson. Varamenn frá D-lista Valgerður Söring Valmundsdóttir og Kristín Gísladóttir, frá B-lista Pétur Rúðrik Guðmundsson, frá U-lista Alexandra Marí Hauksdóttir og frá S-lista Alexander Veigar Þórarinsson. Fræðslunefnd, það er frá B-lista Guðmundur Greta Karlsson formaður og Sigurður Óli Þorleifsson, frá D-lista Jóhanna Sævarsdóttir, frá S-lista Siggeir F. Ævarsson og frá U-lista Guðbjörg Gylfadóttir. Varamenn frá B-lista Eva Björg Sigurðardóttir og Ægir Viktorsson, frá D-lista Sigurpáll Jóhannsson, frá S-lista Erna Rún Magnúsdóttir og frá U-lista Sævar Þór Birgisson. Félagsmálanefnd, frá B-lista Ásrún Helga Kristindóttir formaður og Valgerður Jenníardóttir, frá D-lista Irmý Rós Þorsteinsdóttir, frá M-lista Gerða Kristín Hammer og S-lista Marta Sigurðardóttir. Varamenn frá B-lista Sigurður Óli Þorleifsson og Herdís Gunnlaugsdóttir, frá D-lista Ólöf Bolladóttir, frá M-lista Unnar Magnússon og frá S-lista Björn Olsen Danielsson. Skipulagsnefnd, frá D-lista Guðmundur Pálsson formaður, Ólafur Már Guðmundsson, frá B-lista Anton Kristinn Guðmundsson, frá U-lista Lilja Ósk Sigmarsdóttir og frá M-lista Gunnar Már Gunnarsson. Og varamenn frá D-lista Sigurður Guðjón Gíslason og Sigurður Halldórsson, frá B-lista Björgvin Björgvinsson, U-lista Alma Dögg Einarsdóttir og frá M-lista Unnar Magnússon. Umhverfis- og ferðamálanefnd, frá B-lista Sigurveig Margrét Önundardóttir formaður og Klara Bjarnadóttir, frá D-lista Teresa Birna Björnsdóttir, frá U-lista Sigríður Etna Marinósdóttir og frá M-lista Unnar Magnússon. Varamenn frá B-lista Ásrún Helga Kristindóttir og Anton Kristinn Guðmundsson, frá D-lista Margrét Pétursdóttir, frá U-lista Ingi Steinn Ingvarsson og frá M-lista Auður Arna Guðfinnsdóttir. Þá er það hafnarstjórn, frá D-lista formaður Ómar Davíð Ólafsson og Gunnar A. Harðarsson, frá B-lista Páll Jóhann Pálsson,
frá M-lista Páll Gíslason og frá S-lista Bergþóra Gísladóttir. Varamenn frá D-lista Sævar Þórarinsson og Hallfreður Bjarnason, frá B-lista Pétur Pálsson, frá M-lista Leifur Guðjónsson og frá S-lista Ólöf Helga Pálsdóttir. Þá er það almannavarnanefnd. Það er Sigurður Bergmann, fulltrúi lögreglustjóra, Ásmundur Jónsson, slökkviliðsstjóri, Jón Valgeir Guðmundsson, fulltrúi björgunarsveitarinnar, Ágústa Gísladóttir, fulltrúi Rauðakrossins, Ármann Halldórsson, sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs og bæjarstjóri. Varamenn voru ekki kosnir síðast en við gerum ráð fyrir að það verði kosið það í haust eða tilnefndir í haust. Í fjallskilanefnd er Hermann Ólafsson frá D-lista, Hörður Sigurðsson frá B-lista og Ásta Agnes Jóhannesdóttir frá M-lista. Og varamenn eru þá Ómar Davíð Ólafsson, Friðrik Björnsson og Auður Arna Guðmundsdóttir. Og þá er það formaðurinn Hermann Ólafsson. Orðið er laust. Sigurður, gjörðu svo vel. Já, forseti og kæru bæjarfulltrúar, og ég tek undir hérna eins og aðrir hafa talað og óska ykkur innilega til hamingju, okkur sem ný eru og hinum sem halda áfram. Það er kannski hérna í umhverfis- og ferðamálanefndin, fyrsta árið Sigurveig Margrét Önudóttir formaður og svo næstu 3 þá ósku eftir að U-listinn taki við formennsku í þeirri nefnd. Þannig að það sé komið á framfæri. Þá verður að mun eftir að taka upp þessa nefnd eftir ár í júnifundum næsta ári til þess að breyta formennsku. Fleiri sem vilja kveða þessu ljós? Ef svo er ekki, þá legg ég til þetta verið samþykkt, við svolítið skefum merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. dagskrárliður og það er kosningin nefndi samkvæmt C-lið 47. greinar samþykktar stjórn Grindavíkurbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Og lagt er til að eftirfarandi verði kjörnir í stjórn og ráð á vegum bæjarins. Það er samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, Hjálmar Hallgrímsson og til vara Guðmundur Pálsson. Samstarfsnefndir svæðaskipulag Suðurnesja, aðalmenn Guðmundur Pálsson af D-lista og Marta Sigurðardóttir S-lista og varamenn Jón Emil Halldórsson D-lista og Lilja Sigmarsdóttir U-lista. Stjórn Reykjanes Fólkfangs Guðmundur Grétar Karlsson B-lista og varamaður hans er Páll Jóhann Pálsson. Stjórn sorpeyðingarstöðvarinnar stöðvar Suðurnesja Kölku, aðalmaður Ásrún Helga Kristinsdóttir og varamaður Sigur Óli Þórleifsson á B-lista. Stjórn atvinnuþróunarfélagsins Heklunar, þar hefur verið vaninn að bæjarstjóri sitji þar fyrir hönd bæjarins því þessar fundir eru yfirleitt og það er allir bæjarstjóri í þessum nefndum og tíðlið þetta bæjarstjóri þar og varamaður er þá staðgengill bæjarstjóra. Síðan er stjórn Reykjanes Jarðvangs, það er þessi geoparkið. Þar er lagt til að bæjarstjóri Grindavíkurbæjar sé aðalmaður og staðgengill bæjarstjóra varamaður. Þá er það stjórn Kvikunar. Þar er lagt til að frá D-lista Jónas Þóralsson og Margrét Pétursdóttir, frá B-lista Þórunn Erlingsdóttir, frá U-lista Inga Fæni Rúnarsdóttir og frá M-lista Auður Arna Guðfinnsdóttir og varamenn frá D-lista Jón Emil Halldórsson og Hjálmar Hallgrímsson, frá B-lista Valgerður Jenníadóttir, frá S-lista Björn Olsen Danielsson og frá U-lista Bjarni Þórarinn Hallfreðsson. Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, aðalmaður Birgitta Káradóttir og varamaður hennar Jóna Rut Jónsdóttir. Orðið er laust. Þeir sem eru samþykkið þessu vinsanlega skemmi merki. Samþykkt samhljóða. Þá er
9. dagskrárliðurinn sem kosning í nefndin samkvæmt D-lið 47. greina samþykktar stjórn Grindavíkurbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Lagt til að fulltrúar landsþings sambands íslenskra sveitarfélaga verði Hjálmar Hallgrímsson frá D-lista, Sigurður Þorleifsson frá B-lista og fulltrúi minnihluta í bæjaráði hverju sinni. Varamenn Birgitta Káradóttir D-lista, Ásrún Helga Kristinsdóttir B-lista og varamaður aðalmanns minnihluta í bæjaráði hverju sinni. Þá það fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Lagt til að þar sé bæjarstjóri Grindavíkurbæjar, aðalmaður og varamaður hans staðgengill bæjarstjóra. Öldungaráð Grindavíkurbæjar. Lagt til að Hallfríður G. Hólmgrímsdóttir verði aðalmaður og varamaður fyrir hana Gunnar Már Gunnarsson bæði af M-lista. Orðið laust. Þeir sem samþykkið þessu þá vinsanlega gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 10. dagskrárliður. Það rekstrarleyfi gististaður í flokki 4, Bláalóni HF, Sílíka hótel. Óskar eftir umsögn bæjarstjórnar vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir félagið. Jákvæðar umsóknir hafa borist frá heilbrigðiseftirlitinu, byggingafulltrúa Grindavíkurbæjar og slökkviliði Grindavíkur. Orðið laust. Þeir sem engin kveðið sér hljóðs, þeir sem sammála þessu, við sjálfs gefum með verki. Gerum ekki athugasemd við afhendingu leyfisins. Já. Þá það 11. dagskrárliður. Það bréf frá sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum, ráðning persónuverndar fulltrúa. Með nýju persónuverndarlögunum þá lagðar auknar skyldur á hendur sveitarfélaga og því fylgir þó nokkuð kostnaði samfara sem að ekkert fjármagn fylgir með frá Alþingi. Það svo mikið fyrsta skipti sem Alþingi setur lög, íþingjandi lög og sveitarfélög og ekki fylgir fjármagn með. Nú verið að taka út regluverk sveitarfélagsins en í framhaldinu þarf að ráða persónuverndar fulltrúa fyrir sveitarfélagið. Og stjórn SSS leggur til að sveitarfélagum á Suðurnesjum ráði sameiginlegan persónuverndar fulltrúa fyrir sveitarfélagum á Suðurnesjum og stofnanir þeirra. Og þessi fulltrúi verður þá væntanlega staðsettur á skrifstofu SSS. Því að þessi fulltrúi á ekki að vera innviklaður í neinar bæjarskrifstofur. Orðið laust. Þá lagt til að bæjarstjórn taki undir tillögu stjórnar SSS. Þeir sem sammála því, við sjálfs gefum merki. Samþykkt samþjóða. Það væri nú gaman að þetta rinni alltaf svona hratt í gegnum það. Það gott. Það er gott. Þá það 12. dagskrárliður. Það styrktarsamningur eða framlegging á styrktarsamningi við Fiskitekniskóla Íslands. Það lagði fram samningur styrk upp á húsaleigu Fiskitekniskóla Íslands í leiguhúsnæði í Landsbankanum. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykka samningin. Orðið laust. Páll gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég búin að leita álits hjá æðstumönnum bæjarins og það ég sé ekki vanhæfur að ræða þetta mál. En ég fagna því að ég framleggja þennan styrktarsamning en mér langar til þess að vekja samt athygli en málið mjög skilt. Ég vinn í þessum skóla og mér langar svona til þess að vekja athygli á því hvort að við að þetta eini framhaldsskólinn í Grindavík. Þetta svona sérskóli sem að hefur reyndar svolítið undir högg að sækja vegna þess að nemendur hafa nú ekkert verið að standa í biðröðum að komast í hann einhverjum hluta vegna. Það náttúrulega helgast kannski að því hvað fiskvinna og viðhorf til fiskvinnslu og frekar neikvæð alla jafna og við sjáum það náttúrulega bara hér í Grindavík að hér langstæðasti hluti þeirra sem vinni fiskvinnslu útlendingar. En það alveg eftirsókn eftir starfsmönnum sem að hafa lært fisktekni og kannski lagt fyrir sig gæðastjórnin eða annað í framhaldinu. Það 3-4 svona framhaldsbrautir sem að verið að
leggja áherslu á, en nú svona hillir undir það að nemendum fjölgi og ég svona velti því fyrir mig hvort að við getum ekki framhaldinu svona að fara að ræða það hvernig húsnæðismál þessa skóla og hvað til dæmis Grindavík og bara við í Grindavík viljum sjá, hvort við viljum sjá hennar skóla vaxa og dafna hérna og kannski hjálpa honum við að eflast og stækka því að það vissulega þörf á þessum skóla og eins og ég segi það alveg hrópað eftir starfsfólki með gæðastjórnunar námið að mariltækni og fiskeldi og netagerð sem svona eins og þetta svona alveg svo annað starfsnám, það vantar rosalega mikið upp á að við séum iðnaðarmenn og starfsnám á mjög undir högga sæti á Íslandi hefur átt í mörg ár og ég svona velti því fyrir mig hvort að við getum gert það í bæjarstjórninni eða bæjarstjórninni á næstu árum að reyna að efla þennan skóla og kannski stækka húsnæði. En þetta bara svona mitt input í þetta að vegna þess að ég vinn þarna og ég sé það að þessi skóli, hann getur dafnað ennþá meira og það óbúðslegir möguleikar í þessari starfsgrein. Hún alltaf að vera tæknilegri og við Grindvíkingar eigum að vera stoltir af því að hafa þennan skóla hér, hann hvergi annars staðar heima. Þakka fyrir Páll, orðið laust, Hjálmar, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, enda við samþykktum þennan viðauka bara í bæjarráði, möglunarlaust, okkur vel hugað til góðs menntunarstigs í Grindavík og tengt sjávarútvegi. En þetta náttúrulega reyndar, ég skil ekki alveg að nemendum að fækka þá þurfum við að stækka skólahúsnæði. Það næði því ekki alveg. Já, það vonum en þeim hefur verið að fækka komið náðan. En hvað það, Páll? Ég held að Grindavík náttúrulega fyrst og fremst íþrótta ferðamanna og útvegsbær. Þannig að ég sammálaði þar að skólan á hvergi annars staðar að vera. Og með fjármagn og annað, en þá náttúrulega þá lítur að því að eitt af því sem hrópandi óréttlæti, þá ætla ég aðeins að minnast yfir tengslu við þetta og hátæknistörf sem að við myndumst nú aðeins á öðrum fundi, að þá finnst mér veiðileyfagjöldin bara ekki samræmi við þróun mála. Og þetta bara landsbyggðarskattur og þarna tækifæri til þess að koma kannski fjármagni inn og upphefja þetta og fleira sem við kemur Grindavík. Og ég veit að það búið að fresta þessu til áramóta en það sem ég hef skoðað í þessu, þetta bara hrópandi óréttlæti gagnvart landsbyggðinni og ef við myndum nú fá leiðréttingu á þessu, það því Grindavík til heilla. Bæði útgerðarfélögunum, endurnýjun og búnaði, bátum, öllu saman og ég held að það væri gott og þá getum við tekið þennan fyrstæðinskóla og lyft honum ennþá hærra. Ég ætla nú að biðja því að mennum að halda sig við málefni eins og hægt þannig að það var ekki opnað þessu ormagrifju sem að veiðileyfagjöldin eru. Það væri hægt að tala væntanlega hér fram á kvöld þau, en ég get svo sem tekið undir margt hjá Hjálmari. Orðið laust. Kallaði mér, gjörðu svo vel, Páll. Forseti væri bæjarfulltrúar, já, hann opnaði svolítið ormagrifið þarna. Nei, hann gerir það ekkert endilega. Við getum alveg haft allskins skoðanir á veiðigjöldum. Það alveg víst og inn í bæjarstjórnum. Við höfum ekkert með það að segja inn í bæjarstjórnum hvernig veiðigjöldun sett. Ekki neitt. Og þetta ekki landsbyggðarskattur, þetta gjald fyrir aðgang á auðlindinni. Það sem þetta sko. En við getum svo alveg rifist það hvort það eru sanngjörn eða ekki. Það aftur á móti allt annað mál. Ég held til dæmis að hvað varðar þetta frumvarp sem var sett fram þá var það alveg fáránlegt í alla staði og sett fram allt og seint og það var allir sammála það. Það var illa ígrundað og hefði verið hægt að gera það miklu betur þar sem allir hefði geta náð sátt. Og það náttúrulega það sem við þurfum að gera og við þurfum að beita okkur fyrir hér í bæjarstjórn að það að skapa sátt þessa undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar og hefur byggt upp þennan bæ svo sannarlega. En það lykilatriði í að við getum byggt upp gott líka eitt gott að því að byggja upp gott samfélag. Það sátt þessari atvinnugrein. Og ég sko alveg fyrsti maður til að taka þátt í því en ná sátt í því. En við höfum ekkert með veiðigjöldin að gera hér í bænum.
Þakka fyrir Páll. Ef ég set sjálf mig á mælendaskrá þá hefur verið lögð svolítið undanfærin árum orka í fyrstækningsskólan til dæmis til að koma honum inn á fjárlög. Það tók langa tíma og þingmenn okkar sem hér hafa verið frá okkar bæjarfélagi hafa staðið sér vel í að koma honum inn á fjárlög og það tókst loksins og sjálfsögðu viljum við halda þessum skóla hér í okkar bæjarfélagi. Og til áriðingar það liggur hér fram í samningur að við halda stuðningi við skólan. En orðið er laust, ef ekki fleiri kveða sér hljós, þá leggjum við samning fram til samþykktar eða synjunar, þeir sem er sammála, gjör svo réttarmynd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 13. dagskrárliður, það er starf frístund og heimila, eða öðru nafni skólaselsins okkar. Markmið og viðmið. Reglur starfsemi frístundaheimila í Grindavík lagðar fram til staðfestingar. Þessu var frestað á síðasta fundi að sem innvantaði grein mat á starfsemi frístundaheimilisins sem búið er að bæta hér við. Orðið er laust. Ef enginn kveður sér hljós, þá býð ég ykkur að gefa mig merki þeir sem samþykkja þessar reglur. Það samþykkt samhljóða. Þá er hér 14. dagskrárliðurinn, það er húsnæðisbætur. Tillaga lagt er til að tekjutöfla regluna sérstakan húsnæðisstuðning verði hækkuð. Verður þá samræmt þeirri töflu sett var fram í leiðbeinandi reglum ráðuneytisins gefin voru út í árslok 2016. Þessu er vísað hingað frá bæjarráði, orðið er laust. Hallfríður, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Við fögnum því náttúrulega öll að það skuli vera komin hér fram sem sagt hækkun á þessari tekjutöflu. Hins vegar langum við bara að vekja máls á því að þessi hækkun hún er óveruleg og við vitum það þegar að leigan er orðin, já eins og ég nefndi hérna áðan 230 eitthvað þúsund. Húsaleigubætur geta hæstar orðið 70.000 samkvæmt þessu. Þá er þetta og neðri mörkin og efri mörkin eins og þau eru tæpar 500.000 fyrir 2 einstaklinga heimili. Þá er þetta orðið óverulegt. Venjulegu húsaleigubæturnar þær eru að ég held bara rétt 40.000 óskertar. Þannig að ég get ekki séð það að til dæmis 2 ellilífeyrisþegar nái að fá sérstöku húsaleigubæturnar. Bara svona ábending, takk. Þakka þér fyrir, Hallfríður, orðið laust, Hjálmar, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek alveg undir með þér, Hallfríður. Það var nauðsynlegt að lyfta töflunni upp og vera meðal annarra. Ég tek hins vegar undir með þér og þannig ég svari kannski heilt yfir að því við ræddum til dæmis viðbygginguna við Víðihlíð og þá leigu sem er í gildi þar. Þetta er verkefni sem býður ný bæjarráðs og bæjarstjórnar að lagfæra. Þannig að það er búið að vera, ég veit að það hefur verið hitt í samfélaginu yfir þessu, sem sé yfir gjaldinu hvað það er hátt og útséð frá hvað er borgað á milli og þetta er ekki nógu góða málum. Og það er alltaf mikið misræmi miðað við fermetrafjölda þarna og jafnvel í félagslegu húsnæði í bænum. Þannig að við okkur býðum bara verka að fara einhverja sanngirnisleið og finna út úr þessu. Þakka fyrir, Hjálmar. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Ef svo er ekki, þeir sem eru sammála þessum nýju tekjutöflu gefa mér merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 15. dagskrárliður. Það er lagt fram bréf frá Jafnréttisstofu
vegna skyldur sveitarfélaga samkvæmt jafnréttislögum og orðið laust. Ef enginn kveður sér hljós þá þetta vísi bara lagt fram og þá förum við í næsta dagskrárlið sem 16. dagskrárliður áður en við förum í fundagerðir og gerum hlé. Það kjör forseta bæjarstjórnar og 1. og 2. varaforseta. Ég legg til að Sigurður Óli Þorleifsson verði kjörinn forseti út kjörtímabilið. Orðið laust. Enginn kveður sér hljós, vinsamlega gefur merkið því sem sammála þessu. Það samþykkt sammála. Sigurður Óli, gjörðu svo vel, þá gef ég þér eftir sviðið. Megi þér farnast vel. Takk fyrir það. Já, kæri bæjarfulltrúi, ég þakka kærlega fyrir traustið. Við höldum áfram og þá kosning á 1. varaforseta og forseti leggur það til að 1. varaforseti verði Hjálmar Hallgrímsson til 4 ára. Þannig að þeir sem eru samþykkir því rétt upp hönd, svo maður læra inn á þetta. Ja. Og þá það svo 2. varaforseti og það það ekki rétt hjá mér, það ekki þetta 1. árið, þá það Hallfríður Hólmgrímsdóttir, þeir sem eru samþykkið því rétt upp hönd, já. Og þá það samþykkt samhljóða, 1. varaforseti og 2. forseti og þá tökum við okkur fundarhlé og ljúkum útsendingu.